þannig að þessi svona raunverulega frelsisnálgun sem að margir þingmenn í Sjálfstæðisflokknum eru mjög góðir í að tala fyrir, eins og bara þannig nefni Hildi Sverrisdóttur sérstaklega, sem að mér finnst mjög svona tær í sinni frelsisnálgun. Og að við séum svona, þú veist, alþjóðlega sinnuð og síðan höfum raunverulega pólitíska forystu og kjark til þess að tala fyrir forgangsröðun. Og mér finnst stundum, þegar stjórnmálamenn tala að forgangsraða, þá finnst mér eiginlega bara að tala eitthvað svona endurröðun. Þú veist, þú er bara með eitthvað svona steiftan grunn af öllu dótunni sem við erum að gera, öllu sem við eyðum annarra manna peningum í, og svo þegar að koma nýjar áskoranir, ný verkefni, nýjar áherslur í stjórnarsáttmála, ný áhugamál hjá okkur ráðherra, að þá hlaðist það alltaf ofan á. Þú veist, mér finnst ekki margir flokkar raunverulega að tala fyrir því að það sé rétt og það sé góð hugmynd og það sé almenn kurteisi að fara vel með annarra manna peninga. Og það er allt frá þessari upplifun fólks af sóun í kerfinu, og svo upplifun kemur bara því miður af gildri ástæðu. Það er húrrandi sóun í kerfinu. Það er alveg sama hvert þú lítur, það er ekki til svo stofnun eða ráðuneyti þar sem þú getur ekki farið betur með annarra manna fé. Til þess að laga það þarftu auðvitað að breyta lögum og opinbera starfsmenn. Það þarf að fjárfesta raunverulega í stafrænum innviðum og þessum svona legacy kerfum sem að tala einhvern veginn ekki hvert við annað og eitthvað. Og það þarf að hafa hugrekki til þess að segja, heyrðu, já, þetta verkefni var mikilvægt fyrir 20 árum eða 10 árum eða 5. Það er bara ekki lengur nauðsynlegt. Og það getur verið óþægilegt af því að almennt, þó að maður heyri fólk kalla eftir því að taka til, að þá síðan þegar þú ætlar að gera það, að þá er alltaf ykkur sem er á móti því og þá er alltaf auðveldar eitthvað en að sleppa því heldur en ekki. Og þegar maður tala fyrir, þú veist, einkarekstri í velferðarkerfum, þegar maður tala fyrir auknu þjónustuframboði og ríki borgar, óháð því hver veitir, þegar maður tala fyrir því að selja eignir, að þá kemur alltaf upp, já, kemur hérna sjálfstæðarflokkurinn sem eru auðvitað bara spillingaflokkur og allar að selja þetta til þess að láta einhvern félaga sinn verða efnaðari. Það er ekki það. Við erum bara með flókin efnaðarsekning ríkisins að óþörfu. Ég er ekki að tala fyrir að selja Landsvirkjun, ég myndi aldrei styðja það. Við eigum sko allt mikið í fjármálakerfi, við rekum áfengisverslanir í einokun, við rekum Íslandspóst í staðan fyrir bara að bjóða út rekstur og því hvar þarf ríki að koma inn til þess að tryggja það að fólk fái póstinn sinn heim til sín, svo býður út það rekstur og selur póstinn. En af hverju, til dæmis, minnst þetta allt frábær málsvot að nefna, en til dæmis með Íslandspóst, af hverju hafið ekki verið að tala um þetta núna á síðustu 7 árum, þrátt fyrir að hafa verið í stjórn með Vinstri grænum og það er alltaf bent á það að þið get ekki komið að ykkar málefnum, en minna það til dæmis væri ekki hægt að rökstyðja það þó þau væri með Vinstri græna við borðið, þið hafi ekki sett þetta á oddinn í síðustu ríkisstjórnum. Sko, þessar 6 mánuði sem ég var í fjármálaráðuneytinu, þá setti ég þetta á oddinn og hefði þetta alveg viljað klára kjörtímabilið þar fyrst ég var flutt til þess að geta unnið markvisst að því að koma þessu þannig fyrir að það væri hægt að ramma inn hvers virði er Íslandspóstur og hvernig brýtur hann upp og skiptur hann niður til þess að bjóða út þennan rekstur og selja og losa okkur undan því. Þar, sannarlega voru Vinstri græn þar fyrirstaða, en ekki bara Vinstri græn, ég meina Framsókn líka og ég veit svo sem ekki hvernig það myndi liggja, þú veist, í þinginu eða kemur til atkvæðagreiðslu, en það er alveg aðrir flokkar líka sem að myndi örugglega, sem tala mikið fyrir, þú veist, tiltekti ríkisrekstri sem ættu erfitt með að... Þessu var sem sagt bara mótmælt af sambandsstjórn. Ég myndi alveg segja að við værum svona taka skref í það átt að allavega gera okkur kleift að taka þessa ákvörðun. Þú veist, það er verið að ég meina, Pósturinn er búin að standa sig þokkalega í að svona taka til í reksturinnum og svona byggja þannig undir það að það sé hægt að fara í sko útboð og síðan losa aðra eignir. Þannig að ég bara vona... En það var fenginn inn hálfgerður aðhaldskeisari úr viðskiptalífinu til þess að snúa við rekstri Póstsins. Sem ætti bara að gera oftar.